Ekki allir feskir? En þetta í fyrsta skipti sem ég fæði að tala þegar ég á afmæli. Þannig að þá bara að gera að hoppa bara í ykkur fallegustu vers sem að skrifa hafa verið í Biblíunni. En áður ég geri það, þá ætla ég að leggja mjög einfalda guðfræði sem bara mjög einföld. Og ég held að allir muni skilja hana. Jesú Kristur kemur í heiminn samkvæmt því sem var boðað í Gamla testamentinu. Hann kemur, fæðist og svo deyr hann fyrir syndir okkar. Svo rísur hann aftur upp á þriðja degi. Þetta er eitthvað sem að flest allir kannast við ekki. Þetta er bara mjög basic guðfræði. En það sem að við erum kannski ekki alveg nóg dugleg að rækta innan með okkur, er að rittingin, og ég ætla að koma inn að það, kennir okkur að þú og ég höfum farið á krossin með Jesú. Þetta er alveg svona bara, býtu, hvað ertu að segja? Já, þú fórst í anda þínum á krossin með Jesú. Og ég ætla aðeins að skoða nokkuð vers. Eitt vers. Galaterbyrjir 2, 19-21. Og þetta er sjálfsögðu Páll sem er að tala til Galatamanna. Því að lögmál leiddi mig til dauða, svo nú er ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi ég Guði. Og svo segir hann, ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig söluna fyrir mig. Svo segir hann þessa stórkostlegu setningu. Allt í góðu? Er þetta svo djúpt? Ég ónýt ekki náguðs. Ef var réttlæti fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Ég held að enginn vilji segja þetta. Að Kristur hafi dáið til einskis. En við förum í þetta eftir. Byrjum bara hérna. Ég er krossfestur með Kristi. Hvað þýðir það? Jú, það sem ég var að segja. Þú fórst á krossin í anda þínu með Jesú. Þess vegna ertu krossfestur með honum. Mikilvægt. Og núna, í versi 20 segir hann, ég sjálfur lifi ekki fram, heldur lifi Kristur í mér. Jú, þetta hefur það að gera. Við erum ný sköpun í honum. Í dag þá lifir þú ekki lengur í sjálfselskunni, þú lifir ekki í eigingirninni, þú lifir ekki í fjandskapnum gegn Guði, heldur lifir í honum. Og góðu fréttirnar eru þær, fyrir þá sem að hugsa mjög oft, að stundum finn ég ekki alveg reglulega fyrir Guði, eða mér finnst það stundum ekki vinna í mér. Þá ætla ég bara að segja þig hér og nú, hann vinnur alltaf stöðugt í þér, sama hvort að þú upplifir það eða ekki. Hann er stöðugur í þér. Og meðal við að hann sé stöðugur í þér, þá er hann líka, eins og ég sagði fyrir nokkur sunnudögum, hann er að verka í þér til þess að þú finnur og framkvæmir honum til velþóknunar. Að þú sért að sýna með verku þínum, ekki einhverju lögmáli, bara í verku þínum, góð verk, þannig að fólk sjáir að þú átt eitthvað frelsara í þér, sem er að vinna í þér og starfa. Svo segir hann hérna í versi 21, ég ónýt ekki náguðs. Ok, stopp. Bara stoppum hérna. Páll er að segja, ég ætla ekki að eyðileggja náguðs. Ef þetta væri ég sem var að segja þessa setningu, þá myndi fólk hugsa, já, til hamingju Gunnar. Ef við bökkum bara aðeins aftur í sögunni, hver var Páll póstuli? Páll póstuli var ekki einn af þessum 12 sem Jesús valdi upphafi. Hann kemur fyrst fram í póstulsögunni í 7. kafla. Og sá kafli, þá er hann að drepa fyrsta píslavottinn. Hann drap fyrsta píslavottinn, Stefán. Hann var ofsa trúar maður. Hann fór lengra í gyðindómnum en allir jafnaldrar sínir. Hann var 200% gefinn í þetta verkefni. Hann ætlaði að framganga algjörlega eftir lögmálinu. Þú veist, hann eins og allir aðrir gat náttúrulega ekki uppfyllt það. En þegar í Kristur mætti honum, þá vissi hann, ég er rangur. Núna er ekki tími lögmálsins, nú er tími náðarinnar kominn. Þess vegna gefur Guð honum svo þessa opinberun þegar hann er á ferð sinni til Damaskus í póstulsöguna 9. kafla. Og þá mæti Guð honum og þá fekk hann stærstu opinberun mannkynsögunar. Núna er tími náðarinnar. Og svo segir hann, jú, ef að réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Ef þú ætlar að framganga í lögmáli gyðinga, lögmáli Móse,
sem að by the way, sem að gyðingarnir fengu. Þetta var aldrei ætlað fyrir heiðingjana. Ef þú ætlar að framganga eftir því og heldur að réttlætið fæst enn í dag fyrir það, þá horfir á kross Jesú Krist, þetta bara til einskis. En ef þú horfir á það hann uppfylling, þetta fullkomna, þá verk hans fullkomna. Ég skal gefa ykkur leyndardómana bak við þetta. Annarkvort verk hans fullkomna eða það það ekki. Annarkvort hann búinn að gefa þér allan aðgang að himninum eða hann ekki búinn að því. Annarkvort verk hans fullkomna eða það ekki. Þetta bara svona þetta. Algjörlega. Sko, ég með annað vers til þess að bakka með mína guðfræði upp. Lagi komið inn á það? Ég búinn að vera aðeins svo lengi. Rómarbréf 6:6. Við vitum okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði engu og við værum aldrei fram að þræla syndarinnar. Hér bara Páll að undirstrika ekki alveg það sama í Galatabréfinu, en bara meira að segja að núna ertu krossastu með honum að þín gamli maður það þýðir að þú ert leystur undan syndinni sem sagt. Að hann búinn að deyða syndina og núna ertu ekki lengur þræll hennar, þetta lifir